Blítt og létt, báran skvett. Ég komin með ykkur hérna að Arnarstapa, höfninni í Arnarstapa. Ég vil meina að þetta sé fallegasta höfn landsins. Við ætlum að taka Mása, hafnarvörð og útibússtjóra hjá Fiskmarkaði Íslands tali og fá hans að heyra hvað það sem gerist hér í maí því að þá springur þessi höfn heldur betur út. Mási, hér þú kóngur í ríki þínu með höfnina, með fiskmarkaðinn. Yfir vetramánuðina aðeins rólegra. Þá eru kannski 5 bátar eða ekki og sjó, línubátar mest. Það búið að vera það en eftir að höfnin var dýpkuð þá hefur aðeins aukist af stóru línubátunum hérna. Já, þeir eru að koma líka yfir veturinn hérna. Já, þeir voru hérna fyrir áramót, desember, janúar, febrúar. Já. En það breytist nú töluvert hjá þér í maí þegar að strandveiðarnar eru komnar á dagskrá. Það á að gera það, sko. Já. Hvað koma? Ekki upp í 40 bátar hérna? Það voru hérna, í einn dag voru 44 bátar. Já. Síðan týndu þeir snarlega tölunni og svo hafa þeir verið að týna tölunni vegna þess að það gaus upp hérna törungur og þá fiskaðist bara ekkert ekki neitt. Já, og þá fóru þeir yfir og þessi hraðfiskibátar, þeir fóru allir út á Fláka. Já. Og svo einhverjir sem fóru áfram vestur. Þetta auðvitað þannig að bátarnir bara leita upp í fiskinn og fara það sem hann að gefa. Nema, sko, náttúrulega það sé ekki svona 17 bátarina sem eru bara hérna yfir sumarið. Eru bara fastir hér og eru bara ákveðnir í því að gera út héðan, sama hvað. Þetta ekki svolítið skemmtilegt svona samfélag sem myndast? Hér kemur fólk ár eftir ár. Jú, þú sér nú grillið þarna. Já, þetta notað? Þegar þetta kom í land, sko, hann heiti Gunni á Kvikunni sem á þetta og það grillað hérna á kvöldin og það stemming yfir þessu. Ég var að segja áðan að þetta væri mest myndaðasta höfn landsins. Já. En verður ekki varfið það? Hér mikil ásókn ferðamanna. Sko áður en þetta blessaðu COVID-dæmið gaus upp, sko, þá voru yfirleitt hérna á bryggjunni. Já, það voru bara raðirnar af fólki hérna sem voru að mynda hérna en náttúrulega þetta ofboðslega fallegt að sjá hérna jökulinn hérna á milli Stapafellsins og þetta ofboðslega fallegt. Þetta fallegasta höfn landsins? Já, ég get sagt það vegna þess að það var tekið viðtal við mig fyrir 2 árum síðan, held ég að sé, frekar en 3, frá Stöð 2. Og ég vildi þá meina að þetta væri fallegasta höfn landsins en það mætti kannski deila Borgarfjörð eystri. Og svo þegar viðtalið var búið, þá sá sem var með myndavélina, hann sagði ég verð að vera sammálaður þó ég sé frá Borgarfjörð eystri. Já, þannig að það var kveðið úr það. Já, þetta fallegasta höfn og aðsiglingin hérna alveg stórkostleg, sko. Hvað það sem að fólk að sækja í þegar kemur með báti sinn hingað? Það ekki bara fólk af Vesturlandi sem hérna, þetta að öllu landinu? Gegnum árin hefur verið mesta fiskiríið hér í maí. Það alltaf verið, sko. Já, og dálítið vænn þorskur, eða ekki? Jú, og svo er svo stutt á miðinni það. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um kortið 20 mínútur, eða ekki? Max kannski 45 mínútur, sko. Já. Þetta sko, það gæti ekki verið betra. Vinirnir á Straum, öðrum, og kannast nú við þann bát. Já. Það sem Geiri gamli átti heitinn, hversu minni kanns. Þeir eru búin að vera að róa núna nokkra daga og ekki verið með nema kannski kringum 400 kílóin. Síðan tók presturinn upp á því að setja húuna hans Geirs gamla á hausinn. Og landaði skammtunum í dag. Í alvöru? Já, þeir eru þarna. Já, hann á bátnum frá Geiráfelli. Já. Og það hefur fyllt húa með í lúkanum. Já, og hann hefur aldrei sett hann upp fyrir núna. Enda hefur hann ekki verið með skammti fyrir í dag. Nú fyllt hann skammti sem hvað mikið magn? Þetta eru 770 kíló. Sem mega að koma með, dagaráður á bátarnir. Já. Þannig að hann verður með þessa húu, það sem eftir er. Ég get ekki lofaði því. En það sem svo gaman við þetta, eins og þú segir hérna, annar sjómaðurinn þar prestur í Guðríðarkirkju. Öllu jafna, hann tekur hérna tíma frá og hérna í mánuð. Já. Þannig að þessir 45 bátar sem eru hérna stundum, þetta sama safn af alls konar fólki úr þjóðfélaginu. Ó, Jesús, já. Mikil, og alls þar af landinu. Já. Það eru bátar hérna sem svo byrjun maí, þá voru bátar hérna af norðan og sunnan og bara út allt. Já. Mér skildist að þú hafðir verið með fullan skammt í dag á dagróðrabát. Já. Þú gerðir eitthvað til þess? Já, sko það var nú eiginlega sá sem með mér. Hann fór skal ég segja þér í gær, gekk yfir að hellinum, að Maríulikneskinu og gerði þar bæn fyrir okkur báða. Já. Og við fengum svona góðan dag.
fallegan og góðan dag. eftir það. Það er Maríulind sem Það er heilög, eða ekki? Jú. Já. Mér skildist að þetta hefði verið húan hans, Geira, Já, þetta var húan. Hann skildi hana eftir í bátnum. í bátnum áður en hann fór í sjóferðina löngu og miklu, Já. blessaður. Þannig að þessi húa verður notuð í sumar. Já. Hvað er það sem að sjómenn er að sækja í að gera út hérna frá Arnarstapa? Er það fegurð hafnarinnar eða annað? Það er í fyrsta lagi, þú ert komin inn í miðja náttúruna, inn í mitt lífið. Þú ert bara algjörlega partur af tilverunni. Þetta verður bara svona eining. Og ég tala nú ekki þeim sem eru svo gæfusamir að eiga trú að þá finnum maður Guð hjá sér. Í náttúrunni, út af Í náttúrunni og öllu. Talandi Guð, af því að það þekkja þig fleiri sem sóknarprest. Já. Þú ert nú búin að vera ýmislegt, alþingismaður, sóknarprestur og fleira. Já. En þú sækir alltaf aftur í sjómennskuna. Já, í átthagana andinn leitar, þó eigi sé lofið þar til beitar, segir á einhvern stað, sko. En það er bara eitthvað sem er í þessu lífi sem er svo mikill kraftur í. Og ég tala nú ekki þegar maður er á degi eins og þessum, eins og var í morgun. Það er nú aðeins farið að bræla. En blíðuviðrið var algjört og jökullinn, Stapafellið, kirkjan á hellnum og bara allt, bara tilveran öll blasir við þér. Og náttúrulega vörðurinn hérna hafnar, aðalkallinn hérna á höfninni, hann er náttúrulega algjör perla, sko.